Með því að sýna óraunhæft hlutfall af mjóum eða vel mótuðum líkamsgerðum hefur komið í ljós að nútíma fjölmiðlar breyta skynjun notenda og hugsjónarlíkama í átt að þröngum og oft óframkvæmanlegum stöðlum. Í kjölfarið hafa samfélagsmiðlar reynt að skora á takmarkandi líkamshugsjónir og berjast fyrir opnari sýn á mannslíkamann. Við settum fram tilgátu að það að skoða líkamsjákvætt efni á netinu breyti hugmyndum kvenna hugsjónarlíkama til að ná yfir breiðara úrval líkamsforma. Félagsleg hegðun eins og að líka við, deila eða tjá sig útlitstengt efni þjónar til að ítrekka og staðla frekar þessi fegurðarstaðla. Fyrir vikið halda rótgrónum líkams- og fegurðarviðmiðum áfram að hafa áhrif á skynjun og sjálfsmynd notenda daglega. Líkamsjákvætt efni á samfélagsmiðlum miðar að því að hafa jákvæð áhrif á líkamsímynd og skap ungra kvenna með því að skora á hefðbundnar þröngar fegurðarhugsjónir. Þessi nettilraun kannaði áhrif þess að skoða líkamsjákvætt Instagram-fæslur á líkamsímynd og skap ungra kvenna, en einbeitti sér að því að skilja áhrif mynda og myndateksta í fæslunum. Samfélagsmiðlar hafa mikil áhrif á skynjun líkamsímyndar, sérstaklega á sjónrænt drifnum kerfum eins og Instagram og YouTube. Hreyfingar eins og jákvæðni í líkama hvetja til fjölbreyttrar líkamsviðurkenningar. Fatnaðurinn þinn er meira en bara efni, það er form samskipta. Sérhver þáttur í klæðnaði þínum, frá litum til stíl og vörumerkja, sendir merki persónuleika þinn, gildi og skap. Að skilja þetta tungumál gerir þér kleift að tjá þig á ósvikinn hátt og móta hvernig aðrir skynja þig. Fyrst skulum við tala sjálfstraustið sem þú færð þegar þú klæðist klæðnaði sem fær þig til að líða eins og þú getir sigrað heiminn. Það er eins og klæðnaðurinn þinn verði brynjan þín og þú finnur fyrir óstöðvandi tilfinningu. Að velja föt sem endurspegla skap þitt og persónuleika getur breytt öllu. Að velja bjarta liti þegar þér líður illa eða að klæða þig í uppáhaldspeysuna þína getur strax lyft andanum og brætt burt streitu. Það er eins og að vera í litlum sólargeisla sem fylgir þér allan daginn. Þegar þú geislar af sjálfstrausti og góðum anda er það eins og þú sért segull fyrir virðingu, tækifæri og stuðningstengsl. Fólk nemur þessa orku og það laðast náttúrulega að þér. Svo hvort sem þú ert að búa þig undir stóra kynningu, sigla í gegnum stressandi dag eða bara að leita að jákvæðum anda, vamittu ekki áhrif fatavalsins. Klæddu þig eftir því skapi sem þú vilt og sjáðu hvernig það breytir ekki aðeins viðhorfi þínu heldur einnig því hvernig aðrir skynja þig og hafa samskipti við þig. Þetta er stílgaldur í sinni bestu mynd.